Við erum 4 í hópnum, Halldóra Jónsdóttir, Heiðrún Hödd Guðmundsdóttir, ég, Rut Ásdísardóttir og Þuríður Jóna Steinsdóttir. Við ætlum að skipta okkur niður og allar að tala aðeins með okkar glærur og stelpur ég ætla bara, þið segið mig bara til og það er ég sem stjórna glærunum. Þannig að þið segið bara... Spurning, ætlaði að kynna á íslensku? Skilur Erling íslensku? Nei, hann veit að þetta er á íslensku. Ég var búin að segja við Erling. Ég skildi það íslensku. Já. Ok, bara viltu vera viss. Já, nei, en því miður við urðum að hafa það þannig. Þetta verður svo kynnt í lokin á ensku. En núna ætlum við að hafa það á íslensku. Þannig að þá ætlaði ég bara að bjóða Heiðrún. Þú ætlaðir að byrja. Gjörðu svo vel. Takk. Já, ég fékk þann auðvelda hlutverk að segja ykkur hvað Artotek ef það er nú ykkur sem veit ekki hvað það þýðir. Og áður en að við fengum skráðum okkur í þennan kúrs þá hefði ég örugglega ekki vitað hvað orðið Artotek þýddi. En það er sem sagt svona listlánadeild. Og ástæðan fyrir því að Norræna húsið á svona flotta listlánadeild er að 1972 var haldinn fundur í Norræna húsinu hjá svona grafískri, ég þarf aðeins að lesa hérna öðrum skjá, Norræna grafíkbandalagi hélt fund í Norræna húsinu og var með þá hugmynd að það væri gaman að hafa svona samnorræn svona grafíska listlánadeild og sú sem var stjóri í Norræna húsinu á þessum tíma fannst það frábær hugmynd og fór bara á fullt í að koma þessu á laggirnar og þau fengu styrk 2 árum seinna og síðan 1975 voru keypt 180 verk í Bergen á svona sýningu hjá grafíklistamönnum og já, löng sögu stutt. Í dag á Artotekið 600 verk og ekki bara grafíkverk heldur ljósmyndir og allt mögulegt annað. Og hér mega allir koma inn sem að hafa bókasafnskort og fá lána verk og hafa það heima hjá sér í alltaf 3 mánuði ef að þau vilja. Og þú mátt gjarna skipta síðu, já. Og það sem að bókasafnið í Norræna húsinu og með Erlingi í forsvari, það sem þeim langar svo að gera er að deila því eða fá, já, að láta þann almenna borgara í Íslandi vita meira um þennan möguleika. Að þeim finnst eins og kannski þetta sé svona einstakt safn sem fáir vita af og til dæmis bara það að hafa vefsíðu gæti nú, þú veist, gæti nú gert það að verkum að fleiri vissu af þessu og þar sem þetta er svona, já, einstakt safn og í rauninni þegar við vorum að vinna þessu verkefni og vorum að reyna að finna hvernig önnur svona Artotek hefði til dæmis fundið lausnir á höfundarétti og fleiru, þá tókst okkur eiginlega ekki að finna önnur Artotek því að við höfum ekki fundið annað svona listlánasafn sem hefur vefsíðu og þar sem við getum kannski grætt á því að finna hvernig þau hafa fundið lausnir og alls konar vandamáli sem við kannski erum að reyna að finna lausnir á. Og það sem þeim langaði líka til að gera, sem á að vera punktur 3, þótt að allir punktarnir heiti 1, það er bara óvart, að það er að fá fleiri verk inn í listlánadadeildina og það er svona eitthvað sem við erum sem kannski svona skemmtilegt, sem auka verkefni sem við erum svona eitthvað að velta fyrir okkur hvernig við gætum nota vefsíðuna til þess að hjálpa til við. Já, ég veit ekki hvort ég ætti nokkuð að vera að segja eitthvað meira. Það er bara svona létt kynning á Artotekinu og ég held ég leyfi bara næstu að taka við.
Jæja. Við tókum viðtöl við alla starfsmenn Artoteksins. Við tókum alla viðtöl við starfsmenn Artoteksins og við ákváðum komum okkur saman 4 spurningar sem við spurðum allar. Spurningarna sem við völdum voru: hvað viltu sjá á forsíðu Artoteksins? Hvað vinsælast í Artotekinu? Hvað má bæta og hverjir eru notendurnir? Þegar ég var búin að vinna úr öllum viðtölunum voru niðurstöðurnar eftirfarandi. Starfsfólki vill fá að sjá einfalda forsíðu þar sem myndirnar fá að vera í aðalhlutverki. Jafnvel borði efst á síðu með nokkrum myndum sem rúllar og reglulega skipta út þeim myndum sem eru. Þau vilja fá að sjá upplýsingar listaverkin, til dæmis titil listaverksins og listamannin, þjóðerni listamannsins, hvenær listamaðurinn fæddur og mögulega hvenær hann lést, praktískar upplýsingar á borð við stærð og gerð verksins, hvort að verkið ljósmynd eða málverk, hvort það abstrakt eða myndrænt, eða hvort það jafnvel í lit eða svart-hvítt. Þau vilja fá að sjá upplýsingar Artotekið og hvað Artotekið Og þeim fannst öllum mikilvægt að hafa leitarglugga sem væri hægt að leita eftir listamanni, titil listaverks, eða leita eftir myndum frá ákveðnum löndum. Þegar við svo spurðum spurningarinnar hvað vinsælast, áttu starfsfólki svolítið erfitt með að svara því, en sú mynd sem hefur oftast verið í láni myndin Kona með fugl eftir Braga Óskarsson. Saga Sigurðardóttir og íslenskir listamenn eru það sem þau töldu að Íslendingar leituðust hvað mest í. Það semst eitthvað sem þau þekkja og það svona sálrænt að þau fara ósjálfrátt í það sem þau þekkja. Og einnig ef eitthvað nýtt kemur inn á safnið þá það fljótt að fara í útlán. Þegar við spurðum svo starfsfólkið hvað mætti bæta hjá Artotekinu, var það helst að þau vildu að fleiri vissu af tilvist Artoteksins. Aðgengi að listaverkum í húsinu leiðinlegt og það mætti bæta úr því, en einnig húsið líka búið að sprengja utan að sér það pláss sem það hefur til að geyma listaverkin. Það var gert ráð fyrir það 400 myndum, listaverkum, en þau eru orðin það 600 talsins. Þegar við svo spurðum starfsfólkið hverju það væru sem helst notuðu Artotekið voru svörin alls konar. Það virðist vera smá þverskurður af þjóðfélaginu sem notar þjónustu Artoteksins, þó það mætti vera fleiri. Það virðist samt helst vera einstaklingar á aldrinum 35 til 60 ára með skandinavískan bakgrunn, hvort sem það hafa verið Íslendingar sem hafa einhvern tímann verið búsettir í skandinavískum löndum eða einstaklingar sem eru fluttir til Íslands og eru fæddir og uppaldir í öðru skandinavísku landi. Háskólanemar sem búa á stúdentagörðunum í nágrenni við Norræna húsið virðast aðeins nýta sér það að fá listaverk lánuð, en einnig eru það stofnanir margar hverjar sem skreyta húsakynni sín með listaverkum frá Artotekinu. Þetta svona það sem ég komið með úr viðtölunum. Betra að unmjúta sig. Ég heiti Halldóra og ég fekk það hlutverk að skoða höfundaréttarlögin og ýmislegt varðandi höfundarétt. Og þar sem að það eru, eftir því sem ég best veit, aðeins 2 Artotek sem eru starfandi á Íslandi, þá fannst mér liggja beinast við að bera þau saman og skoða aðferð Artoteks borgarbókar sem birtingu verk á vef. Artotek borgarbókasafnsins tók til starfa í ágúst 2004, en það var samstarfsverkefni Sambands Íslands og borgarbókar. Heldur en Artotek með sjálft eigandi verka í safnkosti og það var því fljótt að yrði að gera vefsíðuna. Datt ég út eða? Það eitthvað óskýrt hjá þér talið, það eins og dettur út á milli. Ég ætla að prófa að taka þetta AirPods. Heyrið í mig núna? Betra. Ok.
Á ég að byrja aftur að halda áfram? Ég byrja bara aftur. Já, ég skal gera það. Segðu mér þegar ég á að fletta. Jáp, það að loka þessu drasli í bóksi. Svona. Já, ég byrja bara að byrjun aftur. Þar sem aðeins 2 artótek eru starfandi á Íslandi, þá lá beinast við að bera þau saman og skoða aðferð Artóteks borgarbókasafns við birtingu verka á vef. En Artótek borgarbókasafnsins tók til starfa í ágúst 2004 og það samstarfsverkefni Sambands íslenskra myndlistamanna og borgarbókasafns. Þannig að það í grunninn allt annað heldur en Artótek Norræna hússins, sem sjálft eigandi verka í sínum safnkosti. Og það var því fljótljóst að erfitt að bera saman framsetningu þessara tveggja vefsíðna. Því að Artótek borgarbókasafns birtir myndir af verkunum á vef í sambandi við Samband íslenskra myndlistamanna og listamennina sjálfa sem eru í rauninni eigendur verkana. Og það því ekki að lána verkin eins og Artótek Norræna hússins sem lánar þau út eins og bækur úr bókasafni, heldur Artótek borgarbókasafnsins meira gallerí sem leigir út verk og gerir kaupleigusamninga og jafnvel að lokum kaupsamninga fyrir hönd íslenskra listamanna sem eru sjálfir eigendur verkana. Artótek Norræna hússins með safnkostinn sinn skráðan í leitir og veltum við fyrir okkur hvort að nota mætti þann gagnagrunn til að birta litla mynd af verkum, eins og gert með bækur og vísa í gagnagrunnin leitir. En við erum hrædd að þá séum við strax að brjóta höfundaréttarlög. Af því að leið það annað að birta mynd af mynd heldur en mynd af bókarkápu. Og þannig að það var nokkuð ljóst að þetta verði ekki góð lausn, fyrir utan þá leitir mjög mikið efni og það þarf talsverða þekking og færni hreinlega til að finna það sem maður leitar að í þessum gagnagrunni. En þá fórum við að líta aðeins til vefs Listasafns Íslands sem vísar á myndir af safnkosti í sarpi og við skoðum þá leið betur og ég reyndar ekki með skjámynd af því en það mjög sniðugt að skoða það því að þau hreinlega eru með líka það sem kallað bara vefsýning og þá sett upp lítil sýning þar sem að listamaðurinn sjálfur kynntur mjög vel og tekið saman safna myndum eftir hann og þarna færðu allar upplýsingar, bæði listamannin og verkin. En með breytingu á íslensku höfundalögum 2016 þá var til heimild sem að gerir höfundaréttarsamtökum kleift að gera svokallaða heildarsamninga sem byggir á ákveðnu kvöð við söfn, þar sem kveðir á nánari skilyrði samningskvaðaleyfið. Og samningur myndstefs við söfn veitir safni leyfi til eintakagerðar og til að gera safnkost aðgengilegan með stafrænum hætti, samanber 12. grein B höfundalaga. En samningurinn nær þó eingöngu til verka í safnkosti eftir íslenska höfunda. Og höfundaréttarsamtök á Norðurlöndum, þau hafa flest öll samninga við sín söfn og hafa haft í mörg ár við áratugi, annaðhvort í gegnum sveitarfélögin ríkið eða söfnin sjálf. En það var einmitt ein helsta hvatningin til þess að ráðist væri að gera heildarsamninga höfundaréttarsamtaka á Íslandi við söfnin. Og þá komið að loka orðunum, en það að ef ætlunin að birta allan safnkostinn á vef, þá eru 2 leiðir færar fyrir Artótek Norræna hússins. Það annars vegar að gera samning við hvern og einn höfund eða höfundarétthafa og hafa sjálf samband við höfundaréttarsamtök hvers lands til að fá aðstoð við að gera slíka samninga. Eða að gera heildarsamning við myndstef sem í samstarfi við höfundaréttarsamtök að minnsta kosti Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar og getur því annast innheimtu fyrir höfundarnir þeirra. Takk fyrir. Takk fyrir. Heyrðu, þá ætlaði ég aðeins að tala útlitið á vefsíðunni. Það var hugmynd það að hafa síðuna í anda Norræna hússins. Norræna húsi klárlega eitt fallegasta hús landsins og það hýsir Artótekið. Í hönnuninni ljósi liturinn á viðnum og finnska beikið sem var vörumerki Alvars Altórs.
ríkjandi og það prýðir húsi mikið að innan. Það er mikið að lífrænu formum, náttúrulegt efni, tré, kopar og múrsteinar. Það er mikið hlýja inni, mikið jafnvægi. Og eins og ég sjáu þá er toppurinn á húsinu í bláum lit og fjall séu fjarska. Og hugmyndin er að nýta útlit hússins, litina og formið við hönnunina á vefnum. Eins og kom fram hérna í viðtölunum, þá er léttleiki og einfaldleiki eitthvað sem að starfsfólki safnsins finnst að eiga að einkenna vefsíðuna. Ásamt einhverju myndrænu og einhverju sem grípur augað. Við sjáum þann möguleika að á forsíðunni væri hægt að hafa verk eða listamann í brennidepli og skipta því efni út þegar það hentar eða tilefni til. Á þann hátt væri hægt að beina athygli að tilteknu listafólki til dæmis, verkum eða hverju sem er, allt eftir bara tilefni. Hvort sem það væri til að auka til dæmis lán á verkum, auglýsa einhver ákveðin verk, fagna einhverjum tímamótum í til dæmis lífi listafólks eða eitthvað annað tilefni. Og við töldum að vefsíðan verður meira lífandi þannig, og það verður eitthvað að gerast á henni. Af því að fólk verður að mæta á svæðið og ná sér í verk, bara eins og í bókasafni, og kom skemmtileg hugmyndu að hafa myndband, kannski ekki á forsíðunni allavega eins og ég er búin að teikna hana upp og þá er það hnappur sem hún smellir á. Og þá er myndband sem kynnir afturtekið. Og okkur datt í hug til dæmis að gesturinn gæti fylgt innan gæsalappa Erlingi, forstöðumanns bókasafnsins, gegnum bókasafn og niður í afturtekið og hann gæti mögulega kynnt sögu afturteksins í leiðinni og sýnt fram á hvað er auðvelt að leigja sér listaverk. Hann myndi til dæmis tala dönsku. Annar starfsmaður, við myndum þá búið til annað myndband með starfsmanni sem talar íslensku og svo einn sem talar ensku. Við teljum þetta bara mjög góða leið til að kynna afturtekið og þetta er mjög einfalt, en einnig kannski svolítið nýstárlegt og skemmtilegt til þess að kynna og vekja áhuga. Líka bara til þess að selja innan gæsalappa á húsið hans bara sjálft. Eins og ég sjá hérna á glærunni þá er þetta svona aðalatriðin sem komið fram að það þarf að vera leitargluggi. Allar upplýsingar verkin, það kom sterkt fram og listamannin og allar upplýsingar hann. Og hérna er sem sagt fyrsta skissan. Ég tek það fram að þetta er ennþá í vinnu. En þetta er svona fyrsta skissan sem við settum upp. En eins og við sjáum þá er hún nokkuð létt í sniðum og við erum að hugsa þetta út bara frá hefðbundnu sniði eins og Krúg talaði og svo settum við hérna fyrir snjalltæki við hliðina. En þetta er það sem þangað sem við erum komnar í bili og já, þannig að við þökkum fyrir okkur.